Góður. Takk Jesús. Mér finnst einhvern veginn, eins og ég sagði áðan, það eitthvað svo mikið sem liggur í loftinu. Það eitthvað svona, já, við erum að stíga greinlega úr einhver tímabili og inn í annað tímabil. Við erum búin að finna þetta í einhver tíma og mér finnst ég skynja svo vel hvað það áríðandi að við stígum inn í það sem Guð hefur kallað okkur til. Má ég heyra amen? Halleluja. Og nú tækifæri vinir, Guð einhvern veginn búinn að setja punkt fyrir aftan fortíðina. Nú tækifæri til að stíga inn í það sem Guð hefur fyrir okkur. Akkurat núna. Núna tækifærið. Núna tækifærið. Það ekki eftir neina að bíða við stígum inn og við tökum við því sem Guð hefur fyrir okkur akkurat núna. Má ég heyra amen? Halleluja. Ég hef verið að spá í svolítið með vínveiðin og greinarnar. Við erum greinarnar. Drottinn vínviðurinn og ég búin að segja þetta nokkru sinnum áður. Guð hreinsar greinarnar, Guð hreinsar vínviðinn og hann gerir það til þess að við berum meiri ávöxt. Og við sem kirkja, við höfum verið hreinsuð alveg í bak og fyrir. Við höfum gengið í gegnum ofboðslega mikla sniðlun og mér við stundum alveg og örugglega eins og flestum ykkar fundist alveg nóg að þetta hljóta að vera bara komið gott. Og ég hef oft upplegað að ég skil ekki alveg hvert Drottinn alveg að fara. En mér finnst, vinir, svo ofboðslega mikilvægt að einmitt í þannig kringumstæðum að þegar Drottinn að leiða okkur í gegnum eitthvað og hann að vinna eitthvað verk sem stærra en við áttum okkur á, að við gefum honum þakkir í öllum hlutum. Að við blessum hann. Jafnvel þótt að við skiljum ekki útkomuna eða skiljum ekki það sem við erum að ganga í gegnum, að við gefum honum samt dýrðina. Skiljið hvað ég meina? Halleluja. Því það eitthvað sem gerist við það þegar líður hans fyrir að lofa Guð alveg sama hvað. Það eitthvað sem gerist við það að þegar við förum að taka réttar ákvarðanir í erfiðum kringumstæðum sem að leysir úr læði blessun Guðs sem aldrei fyrr. Og við sjáum það aftur og aftur í orði Guðs að þessu stóru miklu menn og konur í Biblíunni. Það þegar þeir tóku rétta ákvörðun í erfiðum kringumstæðum að þá opnast í rauninni vegur inn í köllun þeirra. Og mér langar til þess að nefna dæmi. Mér langar til þess að nefna Móse. Egyptaland þurfti að vera klippt úr lífi Móse til þess að hann kæmist á þann stað að hann gæti í rauninni gengið inn í köllun sína. Hann var búinn að missa allt. Hann var gerður brottrækur úr ríkinu og gott betur en það, hann var hundeltur. Og hann fer í mikla þjáningu í töluvert langa tíma og það einmitt á þeim staðvinir. Það einmitt á þeim stað sem að Drottinn gerir eitthvað. Og allt í henni kemur brennandi burkni og við erum allt í henni móttækileg fyrir einhverju nýju sem að Drottinn hefur fyrir okkur. Og þetta á ekki bara við Móse. Þetta á við Rut. Þetta á við Jósef. Þetta á við svo marga, mikið og merkilegt fólk í ritningunni. Davíð. Hjálpi mér Davíð. Hvað þurfti að ganga á í lífi hans til þess að hann myndi ganga inn í köllun sína? En það sem þetta fólk hafði á ögurstundu að treysta Guði. Og það með það sem að Guð hefur verið að kenna okkur. Það að treysta honum alveg sama hvað. Ég skil ekkert endilega ráðsályktun Guðs fyrir mitt líf. Skára væri það, ég ekki Guð. Og við skiljum ekkert endilega hvað Guð að gera, allt sem Guð að gera. Auðvitað áttum við okkur á hluta af því sem að Guð að leiða okkur í gegnum, en alls ekki allt. Það það sem svo magnað við Guð. Hann að vinna verk, jafnvel þegar við sjáum ekki til, má ég heyra amen. Halleluja. Þannig að förum hérna í Jóhannes, í 15:1. Ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, hann snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hún beri hvað? Meiri ávöxt. Við hugsum oft á tíðum, Drottinn, á hverju þetta klippa fólk úr lífi mínu, á hverju þetta setja mig í þessu aðstæður. Við upplifum sníðlung Guðs, en til hvers hún? Hún til þess að við berum meiri ávöxt.
Og ástæðan fyrir því að ég veit að við stöndum á tímamótum hér í dag að við höfum verið sníðluð. Við höfum verið sníðluð í bak og fyrir og nú komið tímabil þar sem að Drottinn segir, ég ætla að gefa ykkur meiri ávöxt. Halleluja. Og lykillinn, vinir, lykillinn að leyfa að Guði að vinna. Stundum þarf að taka ákveðið fólk úr lífum okkar til þess að við förum að bera ávöxt. Stundum þurfum við að rata í gegnum alls konar aðstæður. Stundum þarf Guð að færa okkur í stað og stundum, vinir, þetta ekkert þægilegt. En treysti mér, Guð sníðlar aldrei nema til þess að við berum meiri ávöxt. Það þannig. Og ferlið þegar við erum að fara úr hreiðrinu, ég hef notað oft dæmi með örnin, ferlið þegar við erum að fara úr hreiðrinu yfir í það að fara fram á bjargbrúnina, það óþægilegt. Mamma Arnaris, hún setur glerbrot í hreiðrið. Allt í einu var staðurinn sem var svo mjúkur og yndislegur, hann hættir að vera mjúkur og yndislegur. Hann fer að vera mjög óþægilegur. Og við skiljum ekki Drottinn býtu, en ég var vanur að hvílast hér. En Drottinn að segja, treystu mér, komdu, ég ætla að gefa þér meira. Ég hef svo miklu meira fyrir þig. Treystu mér. Þegar ég að setja glerbrot í hreiðrið, þá það einfaldlega vegna þess að ég vil að þú færist úr stað. Ég vil að þú fara að taka flugið. Ég vil að þú gangir inn í köllun þína. Langflestir gera ekki meiri háttar breyting á lífi sínu einmitt nema í gegnum erfiðleika. Ég veit að með mig, ég manneskja sem þarf mjög mikið á öryggi að halda. Ég þarf mikinn ramma og strúktúr. Og aðferðin sem að Guð notar í mínu lífi svo hann hristir til, hann skekur. Hlutir sem ég var vön að hvíla í áður get ég ekki hvílt í lengur. Og ég veit að ég ekkert einsdæmi, hann notar ákveðna kringumstæður á okkur til þess að færa okkur úr stað. Blessa sé hans nafn. Blessa sé hans nafn, vinir. Blessa sé hans nafn. Þegar hver hefði haldið að við stæðum hér í dag sem Smárakirkja ef ekki allt þetta hefði gengið á. Og já, vinir, við erum að ganga inn í köllun okkar. Við munum nú ganga inn í köllun okkar sem aldrei fyrri. Og það gerist einfaldlega út af því að við höfum ratað í ýmiss konar raunir. Það margir sem predika það að raunir ekki frá Guði. Ég bara einfaldlega ekki sammála því. Ég bara ekki sammála því. Guð stærri en allt. Hann í öllu, hann ofar öllu og allt samverkar til góðs. Ekki bara sumt, það allt sem samverkar til góðs. Hann getur notað erfiðustu kringumstæður í þínu lífi til þess að samverka eitthvað til góðs í þínu lífi. Leikurinn að sleppa og halda áfram. Þegar Guð lokar einni dyr að sjá nýjar dyr og ganga inn þær í Jesú nafni. Og það reyndar flaska flestir. Þegar við erum endalaust að hanga á gömlu hurðinni. Við bara höngum. Við neitum því að það sé ekki lengur þessi hurð sem opin. En vitið það, þessi bara lítil og mjó og hann að opna risastóra gyllta hurð og hún beint við hliðina á þér og þú vilt ekki taka eftir því út af því að fjötrar fortíðar það sem heldur aftur að þér. Og það komið tími til, vinir, að við hristum af okkur þessa fjötrar fortíðar. Við breytum hugsunni og við vitum það að Drottinn að opna nýjar dyr. Ef hann hefur lokað dyrum hjá þér, þá skal ég lofa þér því að hann að opna betri dyr. Heyrið þið hvað ég hef fram að færa, vinir? Halleluja. Takk, Jesús. Ef hann að loka dyr, þá hann að opna aðrar. Og ég skal lofa ykkur því, ég segi það aftur. Það miklu betri. Í Jesú nafni. Halleluja. Þannig í dag þá hristum við á okkur fjötra fortíðar. Það gott og blessað hver fortíðin var, við höfum lært af henni, það yndisleg reynsla en við ætlum að halda áfram hér í dag, má heyra amen. Takk Jesús. Halleluja. Ég nýkomin að Pollamóti í Vestmannaeyjum
ég held ég sé ennþá svolítið hátt uppi frá þeirri reynslu, lítið sofin, en með ótrúlegan kraft. Þessi litlu drengir eru svo kraftmiklir og frábærir og æðislegir og þetta var svo gaman og ég og Alli vorum hérna hás á kantinum að öskra á Gunnar og hérna, já, takk Jesús. Alli hálf misti röddina, þessi yfirvegaði og þetta sjá hann heima hjá sér. Hann er ekki alveg svona. Takk Jesús, en þetta var æðislegt. Og ég upplifði svo mikið, mér finnst einhvern veginn, ég veit ekki, mér finnst allt svo æðislegt. Mér finnst allt svo frábært og mér finnst einhvern veginn, við erum stigin úr eitthvað svona þingslum og ég finnið þið hvað ég er að tala um. Það er eitthvað þingsli farin. Halleluja. Það er eitthvað gleði í húsinu, það er eitthvað léttleiki og léttleikin er samfara þessu að við erum að stíga inn í betri, við erum að stíga inn í uppskjöru. Við erum að stíga inn í uppskjöru og það er rosalega góði tími eftir að hafa farið í gegnum svona opbóðslega mikla þurrkatíma og mikla sníðlun þarf að upplifa uppskjöruna. Þetta er ekki allt til einskis. Halleluja. Nú erum við hæf til að taka móti uppskjörunni og já, ég er tilbúin fyrir hana. Með öllu hjarta þá segi ég já við Jesú, ég er tilbúin. Halleluja. 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 En ekki bara það, vinir. Við ætlum að stíga inn í nýja tíma, en hverjir eru þessi nýja tímar? Hvernig ætlum við að skilgreina okkur sem kirkja? Við ætlum að byggja á frelsisverki Jesú Krists. Það er allt miðað út frá frelsara okkar, sem hann lifði og hann dó, hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Hann lifir í dag. Upprisu kraftur hans og líf hans er það sem að býr innan með okkur. Það er það sem að býr innan með okkur. Og við ætlum ekki að hafa hennan upprisu kraft bara sem eitthvað svona, eitthvað upplifun sem er í okkar hjarta, sem er bara svona, já, yndislegt, við höfum blessaðan frelsara og eitthvað svona. Nei, við ætlum að taka þetta alla leið. Við ætlum að upplifa upprisu kraft drottins í öllum kringumstæðum. Við ætlum að rísa upp frá öllum kringumstæðum. Má ég heyra amen? Það er það sem að drottin er að leiða okkur inn í. Og mér finnst þetta svo spennandi tímar, ég hugsa bara einhvern veginn, það er svo mikið opnun í andaheiminum, mér finnst einhvern veginn, það er eitthvað svo mikið velvild, það er alveg ótrúlega velvild, ég finn bara velvild Guðs og það er svo dásamlegt að finna þegar maður er búin að fara í gegnum, þið vitið, dimma, dauðan, skuggadal, að Guð gefur manni að drekka og hann gefur manni fæðslu, hann gefur manni klæði og hann einhvern veginn, hann sýnir manni sólina. Hann segir, sérðu þetta fjall? Þú getur klifið það. Sérðu þetta fjall? Þetta er þitt fjall. Þú getur rúllað þessu upp. Við höfum stórkostlega frelsara. Við höfum frelsara sem trúir á okkur. Hann veit að við getum gert hlutina. Því hann veit að við treystum á hann. Og það er lykilatriði hér. Og við sem kirkja, við ætlum að stíga inn í köllun okkar, aftur. Við ætlum að fara að gera hlutina. Við erum búin að vera að tala um það, við erum búin að tala og við erum búin að segja og ég sagði það áramótin, sýn fyrir árið. En núna er komið tíma framkvæmd. Finnst ykkur þetta ekki spennandi? Nú erum við að fara að framkvæma. Takk Jesús. Halleluja. Og við ætlum að byggja upp einstaklingin. Við ætlum að byggja upp einstaklinga. Við ætlum að hvetja fólk til dáða. Það er líf í fullri gnægð. Það er blessun handa sér hverjum. Við erum hér til þess að lyfta upp þér. Við erum hér til þess að lyfta upp þér. Við erum hér til þess að lyfta upp öllu fólki. Blessa og hvetja. En okkur langar líka til þess að stíga örugg skref fram á við varðandi hjálpastarf. Halleluja. Halleluja. Við ætlum að gera það sem að drottin hefur boðið okkur. Í Postulasögunni 10:38 þá stendur: það er sagan um Jesú frá Nasaret, hvernig Guð smurði hann heilugum anda og krafti. Hann gekk og hvað gerði hann? Hann gjörði gott og hann græddi alla sem að djöflunum voru undir okkar
Því að Guð var með honum. Við eigum að gera nákvæmlega eins og Jesú gerði. Vitið þið hverjir fóru í taugarnar á Jesú? Það voru þeir sem að vissu rosalega mikið gerðu ekki það sem hann hafði boðað. Það voru farisearnir. Það voru þeir sem að þekktu ritninguna, uppblásnir af þekkingu. Það vantaði ekki. Þeir þekktu en þeir framkvæmdu ekki. Og þeir meira sem settu sig í dómarasæti yfir liðnum. Og það sem að meira var, þeir settu sig í dómarasæti yfir honum. Þeir töldu að hann var í villitrúamaður. Þannig fólk viljum við ekki vera. Við viljum ekki vera farisear. Við viljum ekki vera fólk sem er uppfyllt af einhvern sannleika en framgengur ekki í honum. Við viljum vita sannleikan og framganga í því sem að Drottinn hefur sagt. Og við ætlum að gera það sem að Drottinn hefur boðið okkur. Og það er það að huga þeim sem að minnst mega sín í okkur samfélagi. Og í Jakobsbréfinu 1:27, það er alveg magnað. 26 stendur reyndar á undan, sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfa sig og guðrækni hans er fánýt. 27 segir, hrein og flekklaus guðrækni fyrir Guði og Föður er þetta að vitja munalausra og ekna í þrenging þeirra og varveita sjálfa sig óflekkan af heiminum. Takk Jesús. Það er sönn guðrækni og þar þurfa að vera. Og reyndar finnst mér, vitið það kirkjan hefur í gegnum núna tíðina, hún hefur svolítið mist marks. Við höfum verið orðið opaslega upptekin af sjálfum okkur. Og við höfum ekki gert það sem að Jesú boðaði. Það er að elska náungan eins og sjálf okkur og elska Guð framar öllu. Við höfum bara mist marks. Og við ætlum að leiðrétta kampusinn akkurat núna. Við ætlum að stilla okkur af. Við ætlum að fara að gera það sem að Guð hefur boðið okkur að gera. Og við ætlum að stíga fram sem aldrei fyrr, maður heyra amen. Það er það sem við ætlum að vera þekkt fyrir. Við ætlum að vera þekkt fyrir kærleikann. Okkur er umhugað fólk. Við ætlum að elska. Vitið þið, hann var með fólki sem að samfélagi var búin að setja algjörlega til hliðar. Hann hélt sig nærri þeim. Kirkjan hefur ekkert sérstaklega verið þekkt fyrir það að halda sig nærri þeim sem að samfélagi hefur verið sett til hliðar. Og það þarf að breytast, vinir. Við elskum alla, við þjónum öllum. Við elskum alla, við þjónum öllum, má ég heyra. Amen. Það er alveg sama hvar þú ert í þjóðfélagsstegunum. Það er alveg sama hvernig þú lítur út. Það skiptir engu máli, við ætlum að elska þig. Og við ætlum að þjóna til þín. Við ætlum að þvo fætur þínar. Stærstur er sá sem þjónar. Og undan þessu versi, nokkur versum þar á undan, þá talar hann að vera ekki bara heyrundur orðsins, vera líka gjörendur. Það eru svo margir sem að festast í því að heyra og heyra og heyra, en hvar er það þegar þú stígur fram? Hvar er það þegar þú raunverulega treystir Guði? Hvar er það þegar þú segir Drottinn, ég ætla bara að prófa orð þitt, ég ætla að stíga fram í því. Núna, vinir, er tækifærið. Nú ætlum við að stíga fram. Má ég heyra með? Mér langar til þess að bjóða hérna upp á pallti mín. Elfu Maríu. Er mamma hérna eitthvað stær? Er hún niðri? Já. Elfu Maríu, Begga og Ásmunda. Komið hérna, dömur. Gefið þeim gott klapp. Einn, tveir. Það eru bara hlutahópi sem er hérna kirkjan, sem að er hópur fólks sem að er hérna í kirkjunni og vill láta til sín taka er varðar hjálparstarf. Ég er búin að segja okkur áður að við erum búin að taka ákvörðun það að hluti af innkomu kirkjunar og hluti af innkomu kirkjunar fer í hjálparstarf. En við viljum gera gott betur. Við viljum að þetta starf sé miklu aktífara og í rauninni vil ég að þetta starf sé gegnum gangandi í allri kirkjunni. Að við séum öll umhugað hjálparstarf. Hvernig við getum rétt hjálparhöndi þeirra sem að þurfa á því að halda. Það er ekki bara þessi hópur, það erum við öll, má ég heyra með. Þetta er bara kirkjan, þetta er hjartsláttur kirkjunar. Við erum hér til þess að þjóna til þeirra, við erum hér til þess að þjóna til allra þeirra sem þurfa á því að halda. Þannig að við höfum ákveðið
Sprett upp ermarnar, láta til okkar taka og Elva, þú kannski útskýrir hvað við erum að spája að gera. Gjörðu svo vel. Núna. Herðu, já. Hjálparstarfið fékk nafnið Vonin og það segir kannski meira heldur mörg orð að hjálparstarfið skuli fá þetta nafn af því að við ætlum að gefa fólki von. Amen. Það það sem við ætlum að gera. Nákvæmlega. Fólki sem á ekki von eða á ekki, þú veist, einhvað sem við getum gefið því. Bara alveg eins og Sál og held að Sál og Barnabas, ekki? Nei, man ekki. Í postulasögunni voru Pétur og einhver annar sem kom að manni fyrir framann fögrudyr. Hann lá lamaður og hann baði pening. Pétur sagði við hann, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég á það gef ég þér. Og það það sem við ætlum að gera. Það sem við eigum, það sem við getum gefið, það ætlum við að gefa. Amen. Og það sem við erum að fara að gera núna, næstu skref við erum búin að vera að safna fötum eins og kannski flestir ekki að vita. Við erum búin að vera á Gólandi hérna beðandi föt og hluti til þess að selja. Og nú komið að því, við ætlum að stíga út. Næstu 3 helgar verðum við í Kólaportinu. Og ekki bara við, kirkjan verður í Kólaportinu. Amen. Þú veist, við ætlum ekki að standa þarna 3 ár, þú veist, sveitar, við ætlum að vinna saman í þessu að safna pening fyrir hjálparstarfið til þess að geta gefið bónuskort fyrir þá sem á þurfa að halda eða hjálpa það á þann hátt sem við getum. Okkur vantar pening til þess. Og þess vegna ætlum við að búa til pening á þennan hátt. Þannig að allir þeir sem geta lagt okkur lið og hjálpað okkur þessar næstu 3 helgar, hvort það sé hlutadegi, hvað sem bara tala við einhvað okkur eftir, vegna þess að við ætlum að gera þetta. Amen. Þú veist, við ætlum að hjálpa fólki, við ætlum að tegja okkur til þeirra sem ekki geta, sem að þurfa að hjálpa að halda. Amen. Þú veist, þannig Jesú og þannig viljum við vera. Akkurat. Amen. Og gott að geta þess að það sérstakur styrktaraðili sem bara búin að kaupa plássið í þessar 3 helgar í Kólaportinu sem hefur bara styrt verkefni með þeim hætti. Nú vantar okkur fólk sem tilbúið að koma og selja og hver einasta króna sem safnast fyrir gefum við frá okkur. Hver einasta króna. Og þetta eins og Elva kom inn á, við ætlum að gefa bónuskort, við ætlum að vera til stað, við ætlum að halda áfram að gefa föt ef að fólk þarf að fatna að halda eða einhverju slíku og við ætlum að stíga út og gera þetta. Bara mjög markvisst. Við höfum auðvitað verið að gera sitt lítið að hverju en nú ætlum við að gera þetta í stærra og meira mæli. Og mamma, snillingur. Við ætlum að vera svolítið ábyrjandi í Kólaportinu. Þetta ekki geggja flott. Þetta ekki ótrúlega flott. Alveg. Þannig að vinir, það sem við erum búin að vera að tala um, erum við að fara að framkvæma núna. Amen. Núna. Það allir að bara svona, þú ert alltaf að tala um að, þú veist, ja, Alli segir þetta. Alli, hann sá sem gagnrýnir mig hvað mest. Nei, ég ekki næst. Sko, ekki Alli, núna, vinir. Ég veit að það eru sumarfrí, en Guð fer ekki í sumarfrí. Fólk sem þarf að hjálpa að halda, fer ekki í sumarfrí. Það eru ennþá þarfir og við ætlum að mæta þessari þörf. Við ætlum að vera upptekin ekki bara á nafnlánum í sjálfum okkur, við ætlum að vera upptekin á öðrum nafnlum. Það er bara rosalega gott mál, komið tími til. Hvernig væri að gera það? Er það ekki til? Og þessi kirkja verður þekkt fyrir það að hún elskar og blessar. Með hvaða hætti sem að ég get þjóna inn í þitt líf, það mun ég gera. Með hvaða hætti við getum orðið hvatning fyrir okkar samfélag, það munum við gera. Við að sjálfsögðu byrjum smátt, en einhvers staðar verðum við að byrja. Og Elva María og hópurinn,
Þessi frábæri hópur, við erum mikið búin að funda, mikið búin að skipuleggja, það allt í gangi og fólk alveg bara með svona fiðrildi í maganum. Nú tíminn kominn, vinir. Nú ætlum við að gera þetta og við ætlum að setja á Facebook síðan og ég hvet ykkur. Við erum með kirkjun á Facebook, fáið þið vini ykkar til þess að adda sér á síðuna. Addið ykkur á síðuna, fáið þið vini ykkar til þess að adda sér á síðuna og það við ætlum líka að auglýsa hjálparstarfið. Við ætlum að nota tækifæri að auglýsa það. Við ætlum að láta fólk vita að við verðum í kólaportinu. Við ætlum að dreifa auglýsingunum. Við ætlum að dreifa út þessu jákvæða, þessu blessaða sem að Guð hefur gefið okkur. Við ætlum að dreifa því út. Við ætlum ekki bara að sitja á blessununum sjálf. Nei, hluta því að losa sig úr viðjum fortíðar einmitt þetta. Hætt að vera svona upptekin af sjálfu sér og fara að athuga, býta með hvað hætti get ég hjálpað ykkur. Skilji, það lykillinn, það lykill að blessun, það lykill að farsæld, það lykill að velvild Guðs. Og núna ætlum við að stíga þessi skref örugglega. Og við ætlum að setja upp auglýsingu, Emil að búa til þessu auglýsingu, við ætlum að dreifa alla Facebook og við ætlum líka að hafa reikningsnúmer sem að fólk getur bara reynilega lagt inn pening, ef það hefur 1000 kall, ef það hefur 500 kall, og getur lagt inn pening og þetta fer allt í hjálparstarfið, allt saman. Þessi reikningu verður algjörlega gegnsætt, það geta allir komið og beðið yfirleitt hvenær sem þetta verður gegnsætt. Að sjálfsögðu þeir sem að hljóta styrki, við munum ekki gefa neinar upplýsingar þá. En þeir verða líka valdir, við munum vita, fattiði mig, það verður umsókn hvern og einn sem við munum halda til haga. Þetta blessað verkefni, við erum búin að fara í gegnum þetta alveg út og inn, hvernig við getum gert þetta og við ætlum fyrst og síðast að huga að einhleypingum, það að segja fyrirgefðu, ekki einhleypingum. Það við höfum svo miklar áhyggjur að fólk sé ekki að gifta sig. Nei, við ætlum að huga að einstæðum foreldrum og auðvitað þeim sem eru í tímabundnum erfiðleikum og ekki einstæðir, þeir munu geta líka sótt og fengið styrkja okkur. Og við ætlum að gefa út bónuskort. Við ætlum ekki að gefa mat, við ætlum bara að gefa fólki, inneign í bónus og það getur sjálft farið og vesla það sem það vill vesla. Eru þið til í þetta? Eru þið spennt fyrir þessu? Takk Jesús, þetta byrja núna. Takk elskurnar. Takk Jesús. Amen. Þannig ég held að við látum bara staðan mig hér í dag. Halleluja. Við þökkum Guði fyrir sníðluna hans. Við þökkum honum fyrir alla reynslu sem hann hefur gefið okkur. Við þökkum honum líka fyrir að við erum komin heil út. Við tökum við tvöfaldri blessun og við gefum tilbaka. Við tökum við blessunni. Ekki lifa í fortíðinni. Ekki hanga á hurðarhúninum. Tökum þátt. Förum inn í nýju dyrnar. Förum inn þetta nýja. Upplifum frá Guði, stöndum á fætur. Halleluja. Ég veit ekki með ykkur en ég bara brjálæðislega spennt fyrir framtíðinni.